Heilbrigðisþjónusta verður brotakenndari og skilar minni árangri þegar einkarekstur breiðist út í félagslegu heilbrigðiskerfi eins og hér á landi. Þetta niðurstaða úttektar á rekstri heilbrigðisþjónustu í Evrópu og vestanhafs. Mikil samstaða meðal Íslendinga að hið opinbera eigi fyrst og fremst að fjármagna heilbrigðisþjónustuna. Þetta hefur komið fram í könnunum hér á landi. Meiri ágreiningur hefur hins vegar verið hvernig eigi að reka þjónustuna. Íslenska heilbrigðiskerfið hefur á undanförnum árum færst frá því að vera félagslegt heilbrigðiskerfi í opinberum rekstri í kerfi sem einkavætt að hluta. Rúnar Vilhjálmsson, prófessor, fór yfir fjölmargar rannsóknir sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum og Evrópu árangur ólíks reksturs heilbrigðisþjónustu. Niðurstöðurnar sýna að þegar mat lagt á aðgengi að þjónustu þá koma félagsleg kerfi eins og hér hefur verið best út. Blönduð kerfi eins og eru í Vestur-Evrópu næst best en lakast aðgengi að þjónustunni í kerfum sem í einkarekstri. Kostnaður lægstur í félagslega kerfinu og lýðheilsa best. Þannig að eftir því sem við getum sagt bæði fjármögnun og rekstur fer úr opinberi frá því opinbera og til einkaaðila að þá verður stýring eða stjórnun þjónustunnar og kerfisins erfiðari. Talið að upptaka nýjunga gangi hraðar í einkareknum heilbrigðiskerfum. Það einn helstu kostur þeirra og einnig öðlast ákveðnir hópar sjúklinga aukið val og þeir sem fá þjónustuna eru ánægðir. Þegar meta á árangur heilbrigðiskerfa verður að skoða heildaráhrifin. Og þá sjáum við að þegar við innleiðum einkarekstur í félagslegum kerfum þá verður þjónustan oft brotakenndari. Hún fer á margra hendur og þetta ofta aðilar sem í ófullnægjandi samskiptum á milli sín og jafnvel í samkeppni skjólstæðinga þjónustunnar. Þannig og þó að þeir sem noti þjónustu einstakra starfsmanna séu kannski ágætlega ánægðir með þá þjónustu sem þeir fá, þá getur verið að kerfið í heild sé að verða brotakenndara og árangur þess sé að minnka á sama tíma.